Ágæti fundarstjóri, árið 2071. Ég sit á veröndinni og horfi á sólarlagið við Snæfellsjökul. Það seint í ágúst og veðrið milt og gott, eins og öll sumar hafa verið síðastinn áratugi. Á meðan ég horfi út flóan, sötra á konjakinu mínu og hugsa gömlu góðu dagarna, gengur konan mín upp að mér og leggur hönd á öxl mína. Ég horfi í augu þessar, væntum þykja skínum og ég brosi. Ég hef átt yndislegt líf, hef upplifað allt það góða sem lífið hefur upp á að bjóða. Vera mín á þessari jörð hefur einkennst af kærleik og væntumþykju. Passast lífið einkum að þakka raunsæri sýnin og tilbrögð. Einkum hefur ein uppgötvun mín tryggt mér þá hamingju sem ég hef lifað við. Það að ástin tálsýn. Hún gulrótin í lífi okkar sem við aldrei ná. Gulrót sem ekki þess virði að elta. Ástin, eins og við skilgjum hana öll, ekki til. Heldur einungis hugarburður þeirra sem láta sér reyna hinn fullkomna heim. Svolítið eins og eitthvað sem hoppar út úr fyrirmyndarheimi Platons. Það sem ástin ekki til, virkar hann. Og hugmynd sem ekki virkar tilgangslaus og því algjörlega gagnslaus. Það velta sér upp úr hún. Þetta speki lífs mín, svo hefur gett mig kleift að lifa til þess ítrasta og öðlast alla þá lífsins færðli sem tilvist okkar hefur upp á að bjóða. Seðlararnir telja upp alla kosti kærleikans og kalla þá ást. Ef ég var að mæla með slakki, en þetta bara upp alla kosti pops, hvað það? Kærleikur og ást eru lík hugtök, þetta sama. Oddur talar kvikmyndir getið sýnt fram að tilvist ástarinnar. Til kvikmynd sem kallast Lord of the Rings. En það þýðir ekki sárast til. Einar fær fullnæging af völdum ástar. Fullnæging holdleg fyrirbæri sem krefst holdlegs samræðis. Það eins og fullyrða að maður fullnæging af völdum gleði eða vinnu sín. Óli talar enn og aftur kærleikann og hvað það ást. Átt þú í ástarsambandi við þína brönd? Það held ég ekki. Þú berðir það kærleik. Óli sagði að án ástar værum við ekki til. Óli, hefur þú lært líffræði? Nei. Óli þyrfist að koma hér upp og sína myndir af mesta harmleik seinni ára og kennir skorti á ástum. Það sem hann skorti var kærleikur og væntumþykja. Það hæpin pæling að hann hefði átt í ástarsambandi við öll fórnarlöf sín. Góðir gestir, ef við leitum alltaf tilfinningar sem ekki til í öllum samböndum og hjónaböndum framtíðarinnar, þau dæmd til að mistakast. Og af því að við finnum aldrei fyrir ástinni, höldum við að við höfum þetta fundi en að einu sönni. Og þau deyjum við aftur einu, eða svona mestum því. Ég Helgi, góða fundir. Elsku besti fundarstjóri, hnífurinn sem þú notar til að skera brauðið þitt með verður einn daginn bitlaus. Hnífurinn getur nú ekki lengur skorið brauðið og fer því í ruslið. Tilgangur hnífsins hvarf með bitinu og leið og tilgangur hans hvarf hnífurinn. Ímyndum okkur að það sama kom fyrir ástina. Rétt eins og hnífurinn misti sitt bit og leið sinn tilgang myndi öll ást í heiminum verða tilgangslaus. Það sama myndi kom fyrir ástina og kom fyrir hnífinn. Ef tilgangurinn enginn, hluturinn enginn. Og þá veltum maður fyrir sér, hvernig myndi sá heimur líta út? Heimur án ástar. Hefðu foreldrar mínir geta verið þessi hamingjusömu og heilbrigðu hjón sem þið eru í dag, ef ekki hefði verið fyrir ástina, sem þið fengu frá sínu nánustu eftir að misstu barnið sitt fyrir 22 árum síðan. Gæti ég verið standandi hérna fyrir framan ykkur að halda ræðu, ef ekki hefði verið fyrir ástina og vináttuna sem ég fekk á ömmu minni, því ég átti ekki einasta við. Mjög ólíklega. Ef ekki hefði verið fyrir ást, væri ég í dag það feimin að ég myndi ekki þora að segja stakt og alveg nokkuð mann. Hvað þá standa fyrir fram á fólk og halda ræðu? En svona þetta sem betur verið ekki. Ást hefur tilgang og þar leiðandi til. Og ég á 445 vin á Facebook og með svo gott sjálfstraust að meira þess að Þorvaldur vill mig. Helgi, ég ætla ekki eitthvað skilgreiningastríði þegar það hvað ástin er. Ást góð og hefur tilgang. Rétt eins og kærleikurinn og væntumþykjan sem ég sýni ömmu minni. Vegna þess að ég elska hana, Helgi segir hreint út að það sé ekki hægt að elska nema hún getur sannfært okkur öllum að svo sé ekki, það hefur þú rangt fyrir þér. Ég á mig nefnilega hugmynd ást og sú hugmynd hefur tilgang fyrir mér og hefur þar af leiðandi ástin tilgang.
Helgi þurfti að verja 2 mínútum á ræðunni sinni í að sannfæra okkur það að ástin sé ekki til og það sé hægt að lifa án hennar. Það að hann hafi þurft að eyða heilli ræðu og sannfæra okkur þetta segir mögulega mest þeirra málstað. Helgi bar saman annars vegar kærleika og ást, þar sem kærleikur byggist á ást og hins vegar salt og popp. Þar sem salt eitthvað meðlæti með poppu. Kærleikurinn ekki meðlæti með ást, kærleikurinn afsprengi ástar. Strákarnir hérna hafa í allt kvöld rætt aðeins eitt afbrigði ástar, rómantíkina, og ekkert annað. Þetta eins og við séum að ræða keks og þið talið bara homeless keks. Og keksi talið þetta bara Gunnar, ég svara ekki á mömmu minni, elskan samt. Ok, þú hefur ekki fundið henni einu svona ást, ég meina, já, skiptir ekki öllu. Áskjáðarsamkoma, þú skildir hundin eftir einum heima, en samt svo glaður að sjá því þegar þú kemur heima, hann getur ekki hamið sig. Ást. Amma þín sem getur alltaf gengið, stendur samt sem aður alltaf upp og faðmar þig þegar þú kemur heimsókn. Ást. Ást tilgangslaus, við deyjum allir einir. Ef þetta verið staðarind, myndi ekkert okkar deyja. Við værum einfaldlega ekki til.